Alltaf ný bakað. Netto Granda. Komið sæl og verið velkomin með okkur í sjónvarp Víkurfrétta. Að þessu sinni ætlum við aðalega að vera í bæjarpólitíkin í Reykjanesbæ og við ætlum að hitta fyrir oddvita 6 framboða sem bjóða fram fyrir þessar kosningar hér í sveitafélaginu. Hver eru stærstu málin? Við fáum svör við þeim hér á eftir. Hver eru 3 helstu málefnin sem ykkar flokkur leggur áherslu á fyrir þessar kosningar? Það eru velferðarmálin, húsnæðismálin og atvinnumálin. Það eru svona okkar helstu. Við leggjum mest áherslu á velferðarmál. Það er svona í topp þar sem við höfum séð að það er mikil þörf á að taka á þeim málum hér. Við teljum að þessar kosningar eigi að snúast nýja forgangsröðun þar sem við setjum fólk í fyrirrúmi og við teljum eðlilegt að við opnum stjórnsýsluna frekar og aukum samráð við íbúana. Og síðast en ekki síst teljum við að það sé nauðsynlegt að efla fjárhagslegar undirstöður sem er bara hverju sveitafélagi nauðsynlegar. Það er svona þessi meginmál sem ég held að þessar kosningar ættu að snúast um. Mér langar til að íbúar hugleiði hvað við komum, hvernig var staðan fyrir 10 árum síðan, hvernig var hún í umhverfismálum, hvernig var hún í menntamálum, hvað með atvinnumálin, voru hér einhver pláss fyrir aldraða, hver er staða heilsugæslunnar. Við viljum styrkja heilsugæsluna, við viljum tryggja það að íbúar þurfi ekki að vera hér bíða í daga eða vikur eftir að fá heilsugæslu, það er óþolandi. Við viljum styrkja hafnargötuna, skapa betri bæjarstemningu og byggja á þessari reynslu sem við höfum. Það er náttúrulega að koma atvinnumálum í gang og með því að koma þeim í gang þá fáum við vöxtinn sem að tryggir þessa velferð sem við öll viljum. Og það eru húsnæðismálin, það er í bígerð lagasetning á Alþingi varðandi húsnæðismál, það sem að sveitafélögin geta gengið inn í og það eru umhverfis- og skipulagsmál. Það er að segja við viljum gera sorpflokkununa ódýrari með því eða sorpeyðinguna ódýrari með því að flokka betur sorpið. Hún er svo dýrast á landinu hér í dag. Nú, þegar við rekum heimili, að þá þurfum við alltaf að hafa 20 í huga. Ef að erfiðlega gengur. Við þurfum að lækka útgjöld og auka tekjur. Það er alveg skilyrði. Og þetta er það sem við viljum leggja áherslu á í rekstri bæjarins. Það er að segja, við viljum lækka skuldirnar. Svo við höfum meira aflögu fyrir ýmis verkefni. Við viljum auka atvinnuna og efla þar með tekjur bæjarfélagsins. Þannig munum við eins og heimilin fá meira í framtíðinni til ráðstöfuna fyrir ýmis verkefni eins og til dæmis fyrir barnafjölskyldur og eldri borgara og svo framvís. Alls konar velferð og þjónustu. Það er endurskoðun stjórnsýslunnar og rekstrarins, skuldaaðlögunin, húsnæðismál og atvinnumál. Fjármálin hafa verið mikið í umræðunni. Hvað hyggist þið gera í þeim? Reksturinn hefur verið mjög slæmur í mörg ár, því miður. Tekjur hafa ekki dugað fyrir gjöldum og fyrsta sem við munum gera er að taka út reksturinn. Við þurfum að fjármagna rekstur bæjarins til langs tíma og það er eina leiðin svo við getum fjárfest í framtíðar. Þannig að það er fyrsta skrefið okkar, það er að gera nýja skuldaaðlögun til 10 ára og endur fjármagna öll lán bæjarsjóðs. Já, þessi fjármál hafa verið í umræðinni svo árum skiptir og ég held að sé komið bara að þeim tímapunkti að við förum bara vandlega yfir fjármálin. Við köllum til liðs við okkur sérfræðinga til þess að kafa ofan í þetta. Við erum búin að vera inn á borði eftirlitsnefndar í mörg ár og það er einhver ástæða fyrir því og við verum að leita þeirri ástæðu. Það er einhver skekkja í rekstrinu sem við þurfum að lagfæra og ég held að þetta sé nauðsynleg byrjun. Síðan verðum við að móta okkar afstöðu í framhald af því. Við þurfum að leysa til okkar allar eignir sem innan eignarfélagsins fasteignar og fá betri lán eða vaxtakjör. Það eru óhagstæðir vextir sem hvíla á þeim lánum. Það bjóðast miklu ódýrari vextir á markaði í dag. Við viljum koma þessum atvinnumálum í Helguvík í gang. Þá leysum við úr ábyrgðum og kvöðum sem að hvíla á bænum vegna hafnarinnar. Og við höfum fundið í aðfangakeðju Reykjanesbæjar
hólu þar sem að við getum sparað allavega 40-60 milljónir á ári með mjög góðri fjárfestingu. Staðan er auðvitað alvarleg hjá bæjarfélaginu. Við hyggjumst hagræða í rekstri. Það er númer 1. En auka þess eins og ég nefndi áðan að þá þurfum við að auka tekjur bæjarfélagsins. Það er ljóst. Og þar hefum við mörg tækifæri. Við þurfum að forgangsraða verkefnum þannig að þau verkefni sem eru nauðsynleg verði í forgangi en hinn sem eru bara æskileg bíði betri tíma. Það er eitthvað sem við þurfum að huga að. Nú, við þurfum að reka ábyrga fjármálastjórnun þannig að reksturinn sé sem sagt með einhverjum afgangi eða allavega sjálfbær. Fjármálin viljum við taka og skoða algjörlega eftir kosningar, bara setjast niður með mönnum og fara yfir fjármálin því að þetta er stór beggi sem liggur á sveitarfélaginu sem að þarf virkilega að taka höndum saman og vinna að. Það er nú þannig að oft tala menn að eignir bæjarins séu allar seldar en við erum nú enn í dag það sveitarfélag sem á mestar eignir. Við erum mikla skuldir, við ætlum að greiða niður skuldirnar á 6 árum, það getum við alveg gert, það er vel innan þeirra marka sem okkur eru sett. En fyrst og fremst ætlum við að gera það án þess að það fara að auka í skatta og við þurfum ekki að draga úr þjónustu, við getum haldið upp í góðri þjónustu og án þess að auka gjöld á íbúa. Atvinnumálin hafa verið fyrirferðarmikil. Hver er ykkar stefna þar? Ég held við getum sagt bara orðið fjölbreytni. Við erum búin að vera að vinna frá því að stærsti vinnuveitandi okkar fer, þá erum við verið að vinna því að byggja hér upp atvinnulífið. Auðlindagarður út á Reykjanesi, gott dæmi, fiskeldi þar, heilsuvöruverksmiðja sem þar er, gagnaverin sem er í gangi, Keilir og uppbygging hans og svo stóru verkefnin út í Helguvík. Það er fjölbreytni en ég segi það þarf bara að vera vel launuð störf fyrir almenning. Við erum ekki að byggja bara einhver störf sem eru vel launuð fyrir nokkra stóra atvinnureikendur. Þetta er fyrir almenning vel launuð störf. Það er að koma að stað hjólánum í Helguvíkinni. Við horfum á þessi stóru verkefni sem að þar hafa byrjað eða er á leiðinni. Við horfum í þau og við höfum trú á því að með því að við komum hér inn með okkar fólk að þá getum við farið að láta þau hjóla rúlla. Þannig að það er þetta mikilvægast og það náttúrulega fylgir því mikill smáiðnaður þessum stórfyrirtækjum sem kemur til með að vera í kringu það. Við erum búin að bíða mörg ár eftir stónulausnum og við styðjum uppbyggingu í Helguvík án vafa en við þurfum að vanda vel til verka hvað það varðar. Við ætlum ekki að vera með loforð eitthvað stórt sem ekki er hægt að standa við. Vöxturinn í samfélaginu byggist á litlu fyrirtækjunum og við munum styðja þau. En fyrst og fremst þá viljum við efla ferðaþjónustuna, setja skýr markmið í því og að auki sem lítið hefur verið rætt að við viljum efla sjávarútveg og aðstöð fyrir sjávarútveg hérna í Reykjanesbæ. Við teljum algjörlega nauðsynlegt að svo fjárfesting sem að menn hafa lagt í atvinnumálum hér á Suðurnesjum og hér í Reykjanesbæ að það skilir sér með einhverjum hætti. Það gengur ekki að vera bara með auðar lóðir og þannig að við teljum brýnt að þessi fjárfesting skilir sér til okkar tilbaka. Við erum samt ekki gengjönd fyrir því að við verðum með 1 álver og 2 kísilverksmiðjur og kannski eitthvað annað sem getur haft veruleg áhrif á umhverfi okkar. Þannig að við teljum brýnt leið og svæðið er fullskipulagt að það verði lagt mat á það út frá þeim viðmiðum sem að menn setja sér hvað varðar umhverfið okkar og við byggjum þetta upp í samræmi við þau umhverfissjónarmið sem að verða að vera til þess að okkur sem íbúum líði vel hérna á svæðinu. Við viljum stuðla að fjölbreyttu atvinnulífi sem að skapar velunum störf og dregur úr atvinnuleysi. Við viljum einbeita okkur að raunhæfum verkefnum í stað þess að fara út víðan völl. Við sjáum fyrir okkur álverið að það komi og það mun auðvitað skapa með því að það kemi velunum störf í álverinu sjálfu en ekki síður störf sem eru svona afleitt. Nú ferðaþjónustan er auðvitað vaxtarbrodurinn sem að við horfum til og þar verðum við að sinna grunnstoðunum í því kerfi og vinna með
atvinnulífinu þar, ferðaþjónustunni sjálfri. Það er að koma, eins og ég sagt, að koma Helguvík í gagnið. Við verðum að nýta okkur tækifæri á Suðurnesjum sem alþjóðlegur flugvöllur og fengsal fiskimið í nágrenninu. Og við þurfum að koma upp öflugri fiskvinnslu og við höfum sett á stað svona hugmyndum fiskiþorp og tengingu við ferðaþjónustuna, það sem að gæti hugsanlega verið vaxtarbroddur. Síðan geopark ómælt í ferðaþjónustu, að við getum, það er sívaxandi markaður og tækifæri fyrir Suðurnesin til þess að blómstra í ferðaþjónustu og atvinnumálum á svæðinu. Bæjarstjóramál, hver ykkar stefna þar? Sko, flokkarnir hafa verið að rugla saman bæjarstjórakosningum og bæjarstjórnarkosningum og við erum í bæjarstjórnarkosningum og við göngum óbundil til kosninga. Við viljum ráða bæjarstjóra á faglegum grunni og faglega og standa vel að því. Það hefur hreinlega ekki verið rætt innan okkar raða nema við höfum rætt á svona okkar á milli en það hefur ekki verið tekin einn ákvörðun í því með bæjarstjóramálum þó að þetta sé stór spurning hvað við viljum gera í þeim. Að ég segi bara og að við viljum bara setjast niður með mönnum eftir kosningar og sjá hver staðan verður þá. Þannig að við erum ekki að segja eitt eða annað í raun og veru út á við í þeim málum. Við viljum að sjálfsögðu hafa bæjarstjóra sem verður fyrirmynd fyrir bæinn okkar og það er það sem við horfum í. Já, hún er alveg skýr. Við ætlum að auglýsa eftir bæjarstjóra. Teljum rétt á þessum tímapunkti að það verði ráðinn inn ópólitísku bæjarstjóri sem að verði þá bæjarstjóri allra bæjarstjórnarinnar, ekki bara bæjarstjóri meirihlutans. Og það finnst okkur eðlilegt núna í ljósi þeirra stöðu sem uppi er núna til þess að vinna bara úr þeim máli sem eru bráðnauðsynleg núna eins og það að koma böndum á fjármálin. Þess vegna verður það alveg skýlauskrafa okkar hálfu að það verði ráðinn inn ópólitísku bæjarstjóri. Á 4 ára fresti þá ræður bæjarstjórn bæjarstjóra og eftir þessar kosningar ef við komumst í meirihluta að þá munum við ráða bæjarstjóra. Við munum gera það vel og vanda til verksins og ég er fullviss um það að það verði sátt þá ráðningu. En það er engin sérstök bæjarstjóra efni hjá okkur. Við munum vanda valið, þetta verður auglýst og við stöndum vel að því. Ég er reiðubúinn að vinna áfram sem bæjarstjóri hér og ég er bara mjög þakklátur fyrir þann stuðning sem að ég fæ. Ég finn það líka að við getum verið ánægð með það að uppbygging okkar í framtíðarsýn og markvissri vinnu, hún fær stjórnsýslu viðurkenningu og fyrir fagleg vinnubrögð, þannig að ég er afar sáttur með það. Nú við viljum ráða faglegan bæjarstjóra sem hefur þekking og reynslu á sviði rekstrar og endurskipulagningar skulda. Nú hann á ekki að koma úr röðum bæjarfulltrúa og við þurfum að gera vandaðar og raunverulegar fjárhagsáætlanir sem að styðjast við raunveruleikan í stað þess að vera með óraunhæfar væntingar. Nú, þetta eru auðvitað fjármunir Reykjanesbæjar sem við förum með og við þurfum því að vanda okkur við þetta og eyða ekki efni fram. Nú, við viljum auðvitað auka gegnsæi eins og aðrir. Við sjáum fyrir okkur að íbúarnir hafi kost á því að kynna sér málin jafnáðum í staðinn fyrir að gera það bara 4 ára fresti. Við sjáum líka fyrir okkur að það sé hægt að auka ýmiss konar kynningar til þeirra, bæði kostnað við verkefni og svo framvegis. Og þá sjáum við líka fyrir okkur að til dæmis grenndarkynningar, þegar að ræða nýja íbúðabyggð eða breytingar á skipulagi, að þær geti komið í svona kynningu í gegnum þessa nýju tækni sem við höfum. Við höfum alltaf haft trú á samráð við íbúa og við höfum haft forystu núna allt kjörtímabilið aukið samráð við íbúa og það er okkar stefna og við höfum þurft að berjast aldrei harkalega fyrir því en við munum örugglega skjóta stórum málum til íbúana á næsta kjörtímabili. Þannig að við höfum trú á samfélag okkar batni með auknu lýðræði. Já, íbúalýðræði er náttúrulega einn af hornsteinum Pírata, þannig að lýðræðið það bara stendur okkur mjög ofarlega og það viljum við. Þannig að við stefnum á það að hafa öll stærri verkefni, að við leitum til íbúana og könnum áhuga þeirra á verkefnum, öllum stærri verkefnum hérna í bæjarfélaginu og við munum virða þá ákvörðun bæjarbúa ef að meiri hluti er fyrir einhverju, það er alveg á hreinu.
Sko, framsókn í Reykjanesbæ var eiginlega frumkvöðullinn að ungmennaráðinu og við styðjum til dæmis stofnun öldungarás. Við viljum að íbúalýðræði verði virt í gegnum hverfaráð, þar sem að verði haldnir 1-2 fundir á ári í hverfaráð, þar sem að er verkefni og fjárhagsáætlun fyrir hvert hverfi verði ráðin og hætta þessum eintali á íbúafundum. Við viljum bara fara í alvöru íbúalýðræði. Ég held nú að menn þekki það sem við verðum að gera inn á heimasíðu bæjarins, þar göngum við mjög langt, bjóðum íbúum að taka þátt í ákvörðunum og þar geta menn kynnt sér vel hvernig við erum að auka íbúalýðræðið. Við erum með hugmyndir okkar og höfum lagt fram tillögur og samþykkt tillögur sem að miða því að menn geti kosið frekar. Við erum með skemmtilega tillögur í grunnskólanum núna, þar sem að krakkarnir eru að taka þátt í rafrænum kosningum matarmálin, þannig að við erum mjög hlynnt því og teljum að framtíðin sé rafrænar kosningar mjög marga skemmtilega hluti. Já, hún birtist nú bara meðal annars í þessu framboð okkar. Við teljum eðlilegt að íbúar hafi meir það að segja hvaða ákvarðanir eru teknar í þessu sveitarfélagi. Og svona á þessum nýja tíma í dag, þar sem að fólk hefur aðgang á upplýsingum, þá þýðir ekkert að hafa bara samráð við íbúa 4 ára fresti. Við verðum að auka samráð við íbúana eins vel og við getum. Við höfum séð mýmörg dæmum það á undangengnum árum að við höfum verið að taka afdrifaríkar ákvarðanir hér í þessu sveitarfélagi án samráðs við íbúana. Mér langar bara að nefna dæmi söluna á Hitaveitu Suðurnesja á sínum tíma. Það hefði verið mjög gott ef að íbúar hefði verið á bak við slíka ákvörðun. Og þannig viljum við hafa okkur í framhaldinu og ég tel rétt að hverjir sem að taka við stjórnstólum hér beiti sér í því að hafa samráð við íbúa í stærri málum. Nú eins er þetta að hafa samráð við íbúa ýmislegt og Reykjanesbær eru þetta bara að vinna gott verk, til dæmis með þessum íbúavef sínum. Þannig að menn eru farnir að staða og við höfum bara að ná þessu svolítið lengra. Hvernig hefur kosningabaráttan gengið? Sko, þetta hefur nú gengið bara vel af okkar hálfu. Við erum búin að vera í þessu frá því í febrúar, það sem að hópurinn settist niður og fór að undirbúa þetta, ræða það saman og það hefur skilað okkur þessa leið. Við erum komin núna með kosningaskristofu og við vorum að dreifa bæklingi helgina sem að held ég að muni hjálpa okkur í þessu öllu saman, tengir þetta framboð við fólki sem á listunum er. En við erum kannski í þeirri stöðu að við erum ekki eins vel kynnt eins og önnur framboð. Þessi hefðbundu flokkaframboð hafa auðvitað ára langa kynningu sem að við þurfum að vinna svolítið í. Nú eins er komið fram klofningsframboð sem að fekk mikla umfjöllun í framhaldi af þessum klofningi. En mér sýnist nú svona á síðustu dögum að fólk sé átta sig á því hver við erum og fyrir hvað við stöndum og ég held að það sé bara að gerast núna að þeir sem að vilja breytingar, þeir halla sér að beinni leið og það er það sem að við væntum og vonum. Hún bara gengið mjög vel. Við erum með mjög nýjan lista, mikið unga fólki, hressum og kátum köllum og konum. Við höfum sterka siðferðiskennd og viljum vera heiðarlega og koma rétt fram og við höfum gert það. Ég hræðist aldrei eins og ég hef sagt áður í fjölmiðlum það sem gerist á netinu. Það hefur verið frekar sorglegt að lesa ummæli menn en ekki málefni að undanförnu og við skömmumst okkur fyrir það. Við ætlum ekki að taka þátt í því. Við ætlum að hafa gaman að þessu og það er einu sem við ætlum að gera. Við höfum auðvitað verið með vind í seglin. Og það er ljóst að ég sem smiður til dæmis, þá veit ég afskaplega að það er afskaplega mikilvægt að byggja þannig að grunnurinn sé traustur og innviðir allir. Nú, þetta höfum við frambjóðendur álistans haft að leiða ljósi í þessari baráttu. Við viljum treysta grunninn og verðum því að lækka útgjöld bæjarins, sérstaklega með lækkun skulda og þar með vaxtagjöldum. Nú, við hvetjum auðvitað kjósendur til að taka þátt í að skapa þetta heilbrigða samfélag sem við viljum byggja á og reksturinn batni og með því að kjósa álistan frjálst afl, þá verður þetta að veruleika. Mér finnst alltaf gott að hafa svona góða fótfestu í botninum og við finnum bara mikinn stíganda og ég er bara mjög spenntur fyrir framhaldinu. En óneitanlega þá held ég að sé mjög sérstakt ástand hérna hjá okkur sjálfstæðismönnum.
Við erum búin að vera að byggja upp eins og ég að lýsa á svo mörgum sviðum og ná svo miklum árangri. Við erum með stóru verkefnin í innsiglingunni og við erum með ríkisstjórn sem þó að vinna með okkur núna. Hvað gerist? Þá rofnar samstaðan. Og það í gegnum prófkjör sem haldið. Það einstaklingur Gunnar Þórarinsson sem býður sig fram í 1. sæti og hann fellur í 5. sæti. Nær þar ekki bindandi kosningu. Honum boðið að taka 7. sætið sem baráttusætið okkar en hann hafnar því fyrir sérframboð og það auðvitað mjög sérstök staða og ég bið bara íbúa að huglega það en nú bara upp og áfram. Hún hefur gengið mjög vel. Maður hefur fundið fyrir mikilli jákvæðni í garð Pírata og ég myndi segja við höfum náttúrulega verið og kynnt okkur ýmis mál hérna í bæjarfélaginu sem að eins og velferðarmálin og meðal annars fjölskylduhjálp sem að stakk mig beint í hjartað að fá að vita eða fá upplýsingar bara beint í æð frá þeim að það veri 900 mann sem að sækja eftir mataraðstoð hérna í hverju mánuði og þetta finnst mér vera bara hræðileg tala og þetta hefur stungið mann svona mest í hjarta í raun og veru hérna með, síðan maður fór út í þessu pólitík hérna og það þetta með að litli maðurinn í raun og veru eins og ég vil kalla hann að hann þarf aðstoð og ég segi það, ég kem inn í þetta hérna og ég segi það við kjósendur Reykjanesbæjar, ég kem inn í þetta frá hjartanu og ég ætla mér að klára þetta með hjartanu þó að verði erfitt en það það sem ræður för og ég ætla bara að reyna að ná til fólksins með það. Við Pírata við ætlum ekki að fara í eitthvað skít hérna við aðra flokka, heldur við í kosningabaráttu frá hjartanu og það okkar markmið að ná til fólksins þannig að við viljum aðstoða og það þetta bara frábær barátta hérna og maður finnur alla þessa jákvæðni í okkar garð og það bara meira áttar. Við höfum sett saman alveg einstaklega öflugan hóp, fléttulista, sá fyrsta og eina sem hefur verið í Reykjanesbæ í 20 ára sögu bæjarfélagsins og þó víða verið leitað. Við höfum öfluga málefnaskrá sem við unnið í samvinnu við íbúa og hópinn líka og við viljum meiri og betri Reykjanesbæ fyrir okkur öll. Grunnskólar úr Reykjanesbæ hafa verið sigursælir í skólarheisti undan farin ár. Í ár var engin breyting þar á. Spennan var mikil á úrslitakvöldinu í Laugardalshöllinni og stemningin gríðarleg. Stuðningsmenn liðana voru vel með á nótunum en það var ljóst frá fyrstu þraut að Heiðarskóli myndi verða í toppbaráttunni. Svo fór að lokum að Heiðarskóli sigraði og annar skóli úr Reykjanesbæ, sigurvegari síðustu 3 ára, Holtaskóli, varði í öðru sæti. Heiðarskóli vann árið 2009 og skólar úr Reykjanesbæ hafa því sigrað 5 sinnum á síðustu 6 árum. Liði Heiðarskóla var vel fagnað á fyrsta skóladegi eftir sigurinn með ferföldu húrrahrópi. Þetta var aðeins sætt hjá okkur? Þetta var mjög sætt. Það komið tíma á þetta aftur hjá okkur að fá titilinn aftur í Heiðarskóla. Varstu búin að reikna út fyrir lokaþrautinu hvað þyrfti að gerast? Já, maður er alltaf með. Við erum auðvitað góða starffræðikennara sem alltaf að reikna fyrir okkur allan tíman sem að kennin í gangi. Þannig að við vissum að það þyrfti margt að klikka svo til að tapa titlinum, Hvað eru þið að leggja áherslu á hérna í undirbúningi fyrir þessa keppni? Já, við erum auðvitað með skólarheisti val sem fram á áramótum. Höfum síðan skólarheisti keppnin okkar hérna í Heiðarskóla og þeir sem að vinna það og eru í öðru sæti halda síðan áfram eftir áramót og þá bara unni markvisst að því að búa sig undan keppnina og síðan eftir undankeppnina þá auðvitað erum við búin að hittast auka og páskana og annan í páskum var tekin æfing og þau alveg með ótrúlega mikið sjálfsaga og hálit markmið og vilja leggja sig fram. Hversu mikið atriði finnst þér þetta að vera orðið svona í skólastarfinu? Þetta auðvitað dálítið stórt atriði. Þetta svo árlegt og þetta svo skemmtilegt og við höfum þetta líka, erum með skólaheistakeppni fyrir 5., 7. og 7. bekk aðeins til að byggja upp smá spennu fyrir þig þegar þú orðin eldri. Og þetta orðið bara ótrúlega stór hluti af skólastarfinu. Jæja krakka, til hamingju, þetta gekk vel. Takk. Þú varst nú svolítið tilfinningarnæmur hérna í lokin? Já, það. Út af hverju? Ég bara átti ekkert eftir, Hélstu að þið hefðu ekki unnið? Já, ég held að við hefðum ekki unnið, Jæja Karla, það var nú 4 hérna í hraðabrautinni í lokin. Já, það... Var þetta ekki svolítið erfitt? Jú, samt bara hugsaði ekkert það meðan þú ert að þessu. Var það svolítið sætt að vinna?
Holtaskóli var búinn að taka þetta 3 ári í röð og að ná að vinna þetta aftur. Jú, það var eiginlega aðalatriðið hjá okkur sko, að hafa unnið Holtaskóla. Okkur finnst það skemmtilegast eiginlega. Hvað er skemmtilegast við þetta? Það bara allt skemmtilegt. Og hvað, á að taka þetta svo aftur á næsta ári? Já, ég verð ekki á næsta ári. Ég voru að spila Kötlu verður. Já, Katla. Þetta verður erfitt. Já, við reynum að taka þetta aftur bara. Er ekki fullt af krökkum sem að bíða eftir að komast í liðið? Ég bara veit ekki sko. Vonum það allavega. En það er, eins og einhver sagði, árið rannsóknarefni, hvers vegna er svona góður árangur frá nemendum í Reykjanesbæ? Hverju þakkar þú það? Ég held að segja mikið líka bara metnaður íþróttakennara. Við erum stöndum fast í bakið á þeim, við erum aðeins að ýta þeim áfram og erum voða duglega að hvetja þau áfram og höldum dálítið vel utan þau. Og við bara sýnum líka metnað og ég held að það skiptir líka miklu máli. Að hvað íþróttakennarar eru duglegir ég meina við erum með mjög metnaðarfulla krakka sem að æfa íþróttir og mjög metnaðarfulla líka íþróttakennara sem kannski vilja ekkert endilega að tapa. Þannig að þetta hjálpast alltaf? Það gerir það, algjörlega. Er til hamingju með þetta? Takk hérlega fyrir. Leið og við þökkum fyrir okkur. Minnum á vefsíðu Víkurfrétta, vaff.is. Þar er að finna fréttir úr mannlífinu á Suðurnesjum alla daga ársins. Verið þið sæl. Sushi, alltaf ferskt. Netto. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig. Við sinnum viðhaldi og viðgerðum á meðan þú ert erlendis. Bílahotel.is